Góðan og blessaðan daginn, gleðilegan mánudag. Ég heiti Embla. Ég heiti Jóhanna. Og við erum velkomin í Dramakastið á þessum fallega mánudegi. Við erum mættar aftur að taka upp sama þátt og við tókum upp í síðustu viku. Já. Út af einhverjum ástæðum þá bara var ekkert hljóð í hljóðupptökunni. Nei, bara einhver draugur kom til okkar. Og við erum búin að vera að stragla við þetta í morgun að reyna að finna af hverju þetta gerðist og láta hljóðu koma aftur. Og allt í einu bara koma aftur og ég skil ekkert af hverju. Nei, þannig að vonum að þetta muni ganga Ég mun ángriðs fara að gráta ef þessi þáttur voru líka svona. Oh my god. En allt er læg. Ógeðslega pirrandi. Ógeðslega pirrandi, en allt er læg. En hér erum við að taka upp aftur, reyna okkar allra besta. Já, ég líka glemdi engu í dag, það er mjög oft sem ég út í tek, alltaf, allt áti ljósin og myndavélarnar og allt með heim til Jóhannu og ég gleymi eiginlega alltaf einhverju. Það er rétt, það er löngu rétt. Ég glemdi engu. Nei? Og ég bjó til svona lista núna, þannig að í hvað skipt sem ég ætla að fara þá ætla ég að tjekka á listanum. Já, það er góð regla. Já, mjög góð regla. Mjög góð regla. En ert þú ekki bara hress að skessa? Ég er mjög hress, ég var að koma frá London, nú er alltaf smá síðan en ég var að tala með þetta í seinsta þætti. Já. Ég var að koma frá London, ég væri í smá vinnuferð aftur, ég var alveg í 2 vikur, mér leiði svo ánsjóðs eins og ég væri í svona mánuð. Án gríns, mér leiði eins og ég hafi ekki séð þig í svona 4 mánuði. Ég veit það, svo skrítið. Ég fekk bara svona smá aðskilnaði. Já, ég líka, ég fekk svona frákvarsrengir. Já. Nei, en það var bara mjög gaman og ég fór á Devil Wears Prada frumsýninguna. Og líka kjóllinn. Já, nei, ég var sko í algjöru stressi út af því að ég átti sko að fá annan kjól sendan frá einhverju fyrirtæki og hann kom ekki réttum tíma, þannig ég var hlaupandi alla London að reyna að finna einhvern kjól. Oh my god. Og ég var bara búin að ákveða með langa yfir rauðum kjól, þannig ég var bara máðandi alla rauða kjóla sem ég sá. Já. Og ég var mjög ánægð með það sem ég fann, þannig að það var gott, blessaðist allt. Og veistu, ég er búin að segja þér en ég ætla að segja hlustundunum hverjum ég sat við hliðina í bíósalnum. Oh my god, já. Ég var sko fyrir þá sem hafa hort á Despo sem ég ætla rétt að vona séu flestir. Já. Ef ekki, mæli með, þetta eru bestu þættir. Þetta er svo góð aftreng og þeir sem halda líka að það sé bara eitthvað svona chick-flick, gælu, þú veist. Það er sem halda það sé fyrir gamla konur eða fyrir mömmur bara. Já, eða þú veist, strákar hafa líka gaman að þessu af því að sögutráðurinn er svo djúsi. Já, hann er svo djúsi og það er alveg líka, þú veist, kallmenninir eða hann að manninir þeirra, þú veist, koma alveg fyrir sögunni líka. Já, alveg bara mjög mikið. Já, þetta er sko ándurs, allir sem ég hef sagt að horfa á Despo hafa bara elskað. Já. En þeir sem hafa horfa á Despo, hún Renee, hann dekkaða leiðilega, man ég hvað leikon hann heitir. Nei. En, og ég finna út við. Já, finna út við. Ég sat við hliðin á henni í bíósalnum. Ég var að horfa á heila bíómyndu hliðin á henni. Og ég var svo starstruck. Og þið veitir hvernig, þú veist, þegar maður fer í bíó þá maður svona sem ég að klifra yfir manneskjuna sem situr við hliðina þér til þess að komast í sætið, skilur. Og ég þurfti að gera það. Og þetta var, þú veist, þannig sætið að þau fóru ekki upp þannig hún gæti ekki bara staðið upp og eitthvað. Og hún, oh my god, ég var svo intimidated, sko. Oh my god. Eða svipur ná henni þegar ég var eitthvað, sorry, excuse me. Og hún bara svona horfði á mig bara eitthvað. Er hún þá bara svona í real life? Í annarkvort það eða þá bara að þú veist, hún er bara með geðað mikið bitch face. Hún heitir Vanessa Williams. Hún leikur Renee Perry. Já, en sko, ég veit ekki hvort að ég er bara búin að ákveða að hún sé bara líka bitch in real life og hún leikur alltaf þannig karakter. Án gríns. Kannski bara ógislega næs. Já, en ég sá hún og ég var bara, oh my god, ég var skítrætt við hana. Oh my god. Og þú varst bara við hliðina á henni í bíói. Já. Það er crazy. Ég vildi að ég hefði þú sagt eitthvað við hana, bara I'm a big fan eða eitthvað. Já, var þetta múin bara að slá mig utan undir eitthvað. Oh my god. En já, það var rosalegt. En ertu með eitthvað obsession of the week? Ég byrja að horfa á Handmaid's Tale. Já, velkomin í klúbbin. Já, takk. Oh my god. Ég alltaf með einhverja nýja þætti í Obsession of the Week, en svona er þetta bara. Já. Ég er nefnilega búin að lesa bókina, sko, og þannig að mér langaði ekki mikið að horfa á þættina og ég er bara gett hooked. Ég komin season 2 núna. Ok. I'm hooked. Mjög spennandi. Ándjóks, elska þá. Ég áreindar eftir held ég 2 seríur. Og það? Já, þú veist að líka komið núna, þú veist, seríurunni, þú veist, nýr þáttur sem fjallar, ég held að það sé bara alltaf aðri karakterar. Ok, þá fíla ég ekki. En þetta er þú sama heimsand, þetta er úr bók 2.
Já, ok. Þannig að ég veit ekki nákvæmlega hvað það fjallar En bara frá öðru sjónarhorni eða? Ég er ekki alveg viss, en það er Nei. allir í fjólblómfötum. Ég veit ekki alveg, hefur ekki séð það á Netflix. Nei, ég eftir að sjá þetta. En allavega, ég er mjög spennt fyrir þessu. Já. Ert þú með eitthvað obsession of the week? Já. Brúsið? Brúsin. Nei, sko, ég verði að segja. Hvað? Ég er svo ánægð. Já. Ég er búin að koma Jóhannu yfir á brúsavagnin. Já. Það var erfitt, það var mjög erfitt af Já. því mér finnst, ég er ekki brúsakona. Þú líka bara drekkur ekki vatn. Nei, ég drekk ekki vatn Nei, og hræðilegt. mér finnst það eitthvað svo skítugt. Ég er ekki að segja að allir aðrir séu skítugir, skilur, en mér finnst bara eitthvað svo skítugt að vera með brúsa, ég veit það ekki. Ég hef einhvern veginn örugglega bara aldrei fundið brúsa sem að ég fíla Já, og fundist þeir bara eitthvað skítugir eða eitthvað, ég veit það ekki. ég fatt hvað þú meinar, en ég er svona ósama. Mér finnst það eiginlega skítur að vera með vatn í glasi, út af því að þá getur reki farið, þú veist, onni það. Ég frekar hafa þetta í loku íláti. Já, en ég líka oft, þú veist, að maður lyktar hún í gamla brúsa, þá Já. kemur svona skítug lykt. Það er enda satt, maður verður náttúrulega að þrífa þá. Já, og ég get ekki þann lykt. Þú Ég veist, set kannski alltaf brúsi sem þú ert búin að eiga í, þú veist, 10 ár og er bara inni. Já, þetta var alltaf svona þegar ég var lítil og átti í svona brúsa sem voru bara úr plasti, skilur. Já. Og þá kannski var maður með bara eitthvað juicy í honum eða Já, eitthvað, og síðan já. allt í henni var hann bara orðin úldin, búin að vera í skólatöskunni í viku eða eitthvað. Já. En ég seti stannlega minn bara í uppþjóðulina, sko. Að það? Ég þóra eiginlega ekki að setja. Googla bara hvort það megi, það má að googla. Já. Ég veit ekki. En ég fekk mér sem sagt, the winner is... Ég kefti mér Ovala. Woohoo! Ég er aldrei átt á vala, en þeir eru mjög sætis. Ljósbleikan Já. Ovala brúsa og ég er búin að Very vera cute. ógeðslega dugleg síðan ég fekk hann. Ég er svo annað með þig. Ég er búin að drekka 2 í hverju flugi. Oh my god. Ég veist ekki hvað þetta gerir mig glada. Ég er bara, Já, ég er svo stolt af Þannig þess. ég kannski degi ekki úr ofþörnun núna. Nei, allavega ekki strax. Ekki strax. Sjáum Fínt. til. Gott. Skemmtilegt. Þannig já, ég er alveg smá obsessed með hann núna. Já. En eigum við að demba okkur í drama of the week. Let's do it. Þið voru sko mjög dugleg að Já. senda inn núna eftir að við settum í story. Já. Bara haldið því áfram. Að því ég er Keep 'em ógeðslega spennt. coming. Já, ég er mjög spennt. Vilt þú lesa fyrsta fyrir mig? Já, á ég að lesa langa eða stutta. Við erum með 1 stutt og 1 langt sem við erum búin að velja. Lestu langa. Ég og kærasta minn erum búin að vera saman í rúmlega 1 ár. Áður en við byrjum saman kynntist ég vinkonu hans. Þetta er áður en við byrjum saman. Áður en við byrjum saman kynnist ég vinkonu hans og sá strax að hún var hrifin á honum. Var svo sem alveg sama, en eftir að við byrjum saman fer svo mikið í taugarnar á mér. Hún er mikið utan í honum þegar við hittumst og grípur hvert einsta tækifæri til þess að koma við hann eða vera nálægt honum. Mér líður eins og ég þurfa alltaf að vera passan ef hún er nálægt. Ok? Don't like that. Hvernig er best að tækla svona? Á ég að vera bara geggja næs og þykjast ekkert sjá og bara segja eitthvað ef hún fer yfir strikið. PS, þessi stelpa á sjálfkærasta sem hún talar mjög sjaldan um. Þau eru long distance. Oh my god, ok. Áhugavert. Já, mjög áhugavert. Mér finnst sko að það sé í rauninni, þú veist, meira jobb kærastæðins að segja eitthvað. Ef að eitthvað á að segja eitthvað, það ætti að vera hann. Já, ertu búin að tala við kærastæðin um þetta? Já. Að segja bara eitthvað svona, ok, mér finnst þetta alveg smá skrítið að því ég held hún sé með þeng fyrir. Og sjá hvað kærastæðin segir, skilur. Já, ég myndi ekki fara beint til hennar og byrja eitthvað að segja eitthvað. Þú ert alltaf utan kærastanum mínum. Já. Ég myndi tala kærastæðin og segja honum að þið finnst svolítið óþægilegt og hvort að hann geti ekki, þú veist, svona aðeins reynd að hafa smá mörk, þú veist, hann þarf ekki endilega að segja þetta við hana, bara full on, en svona, ég veit það ekki. Bara kannski gott líka að nefna til að hann byrja að taka eftir því sjálfur. Þú veist, kannski er hann ekkert búin að taka eftir því sjálfur, finnst þetta bara eitthvað aðeinslegt. En annars myndi ég bara, þú veist, halda áfram samt að vera næs við hana og reyna að bara, þú veist, keep her close, eða þú veist, fattar ég, bara vera næs og Já. ekki starta drama yfir þessu.
Og kannski ef hún tala lítið kærasta sinn og svona, en þið samt mikið saman, já. Þá myndi ég kannski líka bara byrja að hafa smá áhuga á kærastanum hennar. Eða þú veist, bara eitthvað svona spyrja hana, bara eitthvað svona, já, hvað gerir hann og þú veist, hvað veist hún skemmtilegt og ég bara, já, finnst ykkur líka gaman að gera þetta og þú veist, bara reyna að fá hana aðeins til að hugsa líka þannig, skilur. Já, kannski getur þú veist, ef hún að vera eitthvað svona touchy og eitthvað kærasta þinn, vera bara, heyri, já, hvað segir svo Gunnar, þú veist, og þú veist, bringa hann upp og reyna að spyrja hann úti, þess ég veit ekki hvar, þau eru long distance, hvar hann býr eða eitthvað svona, þau getur farið að spyrja eitthvað út í það eða eitthvað svoleiðis, það allavega okkar ráð, en þetta ógeðslega pirrandi ángríns. Já, en the girl Bessie. En myndir náttúrulega alltaf, ef þú sérð hana, eitthvað farið við strikið og gera eitthvað sem að þér bara ofboðið með, þá mátt alveg vera bara eitthvað svona, heyrðu. Já, auðvitað, þú mátt alveg. Hvað myndir þú segja ef þetta væri kærasti þinn? Já. Og þið værið eitthvað staðar til að með vinum hans og vinkonans myndi eitthvað svona gera eitthvað sem væri bara svona aðeins yfirstrikið. Já, ég held að ég myndi bara koma með eitthvað svona smá skot en af svona léttum nótum. Bara eitthvað svona... Getur skotið á eitthvað svona, heyrðu þú, wow, hvað heldur að kærastan hinn myndi finnst þetta, eða eitthvað hannig? Já, eða bara eitthvað svona, byrju þarna, eitthvað, er ég að missa eitthvað eða? Já, ertu eitthvað að ruglast? Ert þú að ruglast? Já, þú getur það alveg. En ég mynd svona fyrst og fremst tala við kærastæðin, ef þú ert ekki búin að því. Já. Og þú veist, mér finnst að vera meira hans jobb að passa þessi mörk. Þetta er vinkona hans. Þú veist, ef að hún fyrir yfir striki, þá á það ekki að vera á þér í rauninni að stoppa það, þá á að vera hann. Sem að þau segja bara, hei, wow, þú veist, þetta er aðeins sem langt ég á kærustu. Já. Eða við erum bæði á föstu. Gangir vel og update okkur á nennir. Send us an updates ef eitthvað gerist. Við erum mjög spennt. Gangir vel. Gangir vel með það. Gangir hægir. Hæ, ég þarf smá ráð. Ég er 15 ára stelpa og hef aldrei verið í sambandi eða einhversi til í mig. Allir vinir mínir að tala við eitthvað, eru til í eitthvað eða voru að spjalla. Ég veit að minn tími kemur eitthvað tíman en það særir mig stundum og ég á oft erfitt með að hlusta á þær tala svona mikið strákana og stelpuna sem þær eru að hitta eða eru til í meðan ég hef ekkert spennandi að gerast í tengsl við rómantík. Oh my god. Litla dúlla mín. Ángríns, þú ert 15 ára gömul. Já. Þú ert svo ung og ég veit þetta er erfitt. En það er ekkert sem segir að þú sért eitthvað sein eða... Ég var ekki, ég gerði ekki, þú veist, talaði ekki við neitt strák fyrir en ég var 16 ára. Já. Og þú veist, ég man alveg eftir þessi tilfinningu sjálfu eitthvað svona, hvað, alltaf eitthvað skotin í vinkonum mínum með ekki mér. Já. Og svo einhvern veginn allt í einu byrjaði þetta bara að gerast, skilurðu. Já, en þú veist, þetta kemur bara svona náttúrulega. Þú þarft ekki eitthvað að vera að forsa það eða líða ógeðslega illa eða, þú veist. Alls ekki. Þetta mun koma náttúrulega þegar það er rétt og ég skil að, þú veist, það sé kannski smá erfitt að heyra samt vinkoninn að vera endalaust að tala um þetta okkur svoleiðis, en þú veist, þú munt bara áður og veist af því örugglega vera með ógeðslega margar sögur líka til að tala um og eitthvað til að segja þeim frá. Já. Ertu komin í menntaskóla? Ég ætla að segja, ef þú ert ennþá í grunnskóla, þá munið þetta örugglega aðeins meira að fara að rúlla þegar þú komin í menntaskóla. Já, það var sko ekkert að frétta í okkur í grunnskóla. Bara bókstaflega ekki neitt. 0. En svo bara fór ég í menntaskóla. Já. Og það var bara allt. Já. En ég held líka það sem að gerist allavega ef ég tala fyrir sjálfa mig, er að þú veist, þegar ég var í grunnskóla þá var ég svo ógeðslega svona feimin og þú veist, var einhvern veginn held ég líka ekki að gefa fólki tökka að tala um mig. Já. Þú veist, ef það var einhver að reyna um mig eða eitthvað svoleiðis, þá var ég bara gett svona ekki að leyfa því að gerast. Já. Að meðan þú veist, síðan kannski fór ég í menntaskóla þá var ég svona aðeins meira confident, aðeins meira svona, þú veist, ef maður fannst eitthvað sætur, kannski svona aðeins þá að horfa á hann eða eitthvað í stað fyrir að vera bara, þetta er svo vandræðilegt og bara, ég vona hann komi ekki að já, ég vona hann bara komi alls ekki, ég vona hann taki ekki eftir þessi að horfa á hann, þú veist, það var svona aðeins meira svona, ég veit það ekki, svona að gefa opið tækifæri til þess ef einhver hefur áhuga. Þannig að númer 1, 2 og 3 er bara að finna líka bara svona þitt sjálfstraust og svona. Já, vinna í sjálfur og þá mun, þú veist, ég myndi bara reyna að pæla minna í þessu, pæla í sjálfur, pæla í vinkoninum og bara þú veist, giskum á þú sérst að fara í menntaskóla núna í haust og verður bara að fókusa á þú veist hvað það verður gaman og ekki vera að pæla í þessu því að þá munur þetta koma og því meira sem þú rækta sjálfa og pælir í sjálfstraustinu,
Já, og rektar það, þá einhvern veginn mun líka bara, þú veist, fleiri taka eftir og fleiri, þú veist, vilja tala við þig og þá mann þú líka Já. að vera aðeins meira confident að Já. tala við einhvern annan. Og það er ókslega gaman, ég skilði alveg, það er ókslega gaman, þú veist, að feel wanted, Já, skilurðu. 100%. Að fá þessa athygli og Já, eitthvað svona, en það kemur. já. Þú Það er veist, ógeðslega það er gaman. ekki að vera að forsa. Nei, það er svo gaman, þú veist, þegar maður er einmitt á þessum aldri að vera að taka sín svona fyrsta skref í þessu og þú veist, allt gett nýtt og spennandi og Já. svona, en ég skilða bara 100%, mitt eins og ég segi, mér leiður nákvæmlega eins þegar ég var á þessum aldri, Já. en þú veist, þetta er bara, þú átt svo ógeðslega mikið að lífinu framöndan og þetta er, og líka, þú veist, þetta er spennandi, en það sem að er að fara að gerast, þú veist, núna er örugglega ekki hvað sem er að fara að endast að eilífi hvort þið er, Nei. fattar hvað ég meina? Já. Þú veist, þetta er bara svona skemmtilegt en þetta er ekki það mikilvægt, það er svo margt annað sem er miklu mikilvægt á lífninni núna. Og líka bara það að núna ert þú að fara inn í skemmtilegust ár lífstíns. Þetta eru bara svona gullnu árin áður en þú verið fullorðin og bara njóttu þess. Já, ágríns. Ef ég geti valið einn aldur þá væri að mennskólaaldurinn til að fara aftur, sko. Já, ég myndi vilja það til þess að upplega aftur en ekki eilífi. Nei, en til þess að en þú upplifa- veist, já, til að upplega aftur, ég Já. fengi viku eða eitthvað, Já, þú myndi ég gera. já, ég myndi bara reyna, þú veist, að fókusa ekki mikið á þetta. Ég veit að það er erfiðara, eða auðveldara að segja heldur en að gera það. Já. En ég held að svona, þegar maður er svona mikið að setja mikið vægi og fókus í rómantíska ást, þá getur líka verið svona, maður verður smá obsessive við því og þá er maður einhvern veginn svona að gefa frá sér orku sem að ég veit það ekki, bara svona, Já, þetta bara svona virkar ekki alveg, þú veist, það er miklu meira aðlagandi já, að vera einstaklingur sem er bara að pæla mér í sjálfum sér og vinum sínum og Já. þá bara kemur hitt. 100%, já. En gangið vel, elsku besta, Já. þetta kemur allt. Það kemur allt, ekki örvænta. Nei, Við lofum að Bara- það kemur. já, 100%. For Það kemur sure. þegar það álíka að koma. Já. Þú veist, ég allavega trúi því svo mikið að allt gerist á réttum tíma og allt gerist eftir ástæðu hvenær það á að gerast. I don't know, that's what I think. Já, en bara bara skemmt þér ógeðslega vel í menntaskóla Já, og njóttu þess. já, gangið vel. En ok, ef við fara að færa okkur yfir í topic of the day. Já. Það er náttúrulega sko bara komið sumar og við erum í smá sumarfíling. Gleðilegt sumar. Gleðilegt sumar, já það var náttúrulega sumarnar fyrsta menn ég var úti í London. Já, ekki? já. Það ekki. Ángríns, Já. ég held það. Gleðilegt sumar. Gleðilegt sumar. En þannig við ákveðum að taka svona smá sumar þátt svona, þú veist, ferðir og girls trips og bara svona alls konar pælingar og hugmyndir sem við erum með. Svona inn í sumarið með ykkur. Þannig að, Ég held að það eru gott sumar. já, Ég, við eigum að alveg skilja. já, ég sé það fyrir mér. Ekki það að við fengum ekki trælan vetur. Alls ekki. Fengum við ekki ræðilega, mér fannst það ræðilegur. Að það. Það er alltaf svona fyrsti vetur minn á Íslandi í 4 ár Já, ok. Það var bara mjög góður vetur með að við. og ég með þannig ógislegur. En, nei, en líka bara svona, ég veit ekki, bara svo spennt fyrir þú veist, hækkandi sól og lengri dögum og bara svona væpi í loftinu, bara svo miklu, miklu betra. Já, það er eitthvað veginn bara svona léttara yfir öllu og öllum. Já, Bara, það er eitthvað veginn allir í betra skapi, Já. vakna allir í betra skapi þegar það komið bjart. Já, ég fór út að hlaupa í morgun, það var bara bjart og næs og sól og mér var heitt, ég var í leggings Já, og svona sér maður svona peysu sem var, ekki peysu, svona þunnum jakka. já. Ég var að kapna, ég held anglis næstum minni farið út í stuppusum. Að það? Já, út af manni verður svo Oh my heitt og að God. byrja að hlaupa. Já, já. En ég var bara, I was dying. It was very nice. Oh my Eða þú veist, God. á mjög góðan hátt. Já. Girls trips, við elskum girls trips. Við elskum girls trips. Það er það besta í heimi. Já, við Og erum að reyna að plana eina góða ferð í sumar, það er Já. svona svolítið erfitt stundum. Já. Þetta er svona, þarf einhvern veginn alltaf einn í hópnum sem í að taka skarið og bara Já. plana, bóka, græja. Já. Einmitt. Þetta er svona, þetta er svo, maður er alltaf að tala um, þegar maður er Tala ferð, um þegar maður er ferðir. ferð, Já. það gerast aldrei. Nei, ég veit það. Allt þér að hérna, nei, tjók. Þannig mælum við að ef þú ert í eitthvað svona hóp bara að sé einn sem er bara eitthvað svona heyrðu, Bara the leader. já, bara hér eru 3 staðir ég er búin að finna gistingu svona er verðin, þú veist á hvaða budget erum við erum að fara í sólandaferð erum að fara í borgarferð Já. þú veist, bara lay it all out og svo bara, þú veist, finni dagsendingar
Og bókið. Já, þetta með það sem að vinkonihópur minn í London gerir alltaf, þá eini hópur sem bara, hún ógeðslega skipulögð og góð í þessu, hún sendir alltaf bara PowerPoint skjal, eða svona PowerPoint sýningu, þar sem hún bara búin að segja, ok, Mallorca, 5 mismunandi Airbnb, þetta verðin, ok, Portugal, þetta, og svo bara, ok, hvað líst ykkur á, og þú veist, þá getur fólk sagt bara budget, og ég bara setja inn, þú veist, poll í chat, bara hvaða dagsinn komist þið, og svo er þetta bara bókað. Já. Þú veist, það verður bara ykkur að taka þetta á sig, sko, annars ekkert að fara að gerast. Og ég með eitt svona þvílíkt gælu lifehack. I love it. Listen to me og gera eins og ég segi. Ef þið eru hópur sem ætli saman til útlanda, bara þú veist vinkonhópur og fyrst gaman að gera eitthvað saman einu svona árið eitthvað svona stórt, að búa til eitt sameiginlegan reikning. Já, það sem að hver og einn leggur inn fyrsta hvers mánaðar, bara einhverja ákvæmnu upp að þið geti ákveðust 5 eða 10.000 á mann eða eitthvað svoleiðis, og svo bara eftir ár verður bara komin ógeðslega mikill peningur þarna inn á, sem þið getið þá nota í þessa leiðilegu hluti. Já, veist, gistingu, partaflugi, taxa. Já, bara eitthvað svona sameiginlegt, skilur. Já, algjörlega. Og jafnvel þegar þið fara út að borða okkur svona, eða þú fyrir eftir hvað þetta er mikið peningur. Já. Það er mjög sneitt og þá þetta bara svona, við erum að spara saman fyrir þessari ferð, hún að fara að gerast. Já, og líka bara, þá þarf maður ekki að vera bara eitthvað að fara á hausinn við að fara til útlanda, og maður þarf ekki eitthvað að vera eitthvað svona, shit, þú veist, ég get ekki fara út að borða núna, og ég get ekki fara út að borða kannski 5 kvöld í röð, en það er kannski hægt ef það er þessi bumper, skilur. Já, algjörlega, sko. Þetta er mjög góð hugmynd. Very true. Því að maður getur ekki bara eitthvað, já, hérna 600.000 fyrir sólarlandsverð, þú veist. Nei, nákvæmlega. Þetta er gott sparnaðar þetta er mjög gott ráð. Við þurfum að gera þetta. Við erum með reikningi, við erum ekki búin að orðstöðulega um þetta. Nei. Do as we say, not as we do. Já, ég þarf eiginlega að vera bara svona gjaldkeri. Ég þarf bara að rukka til að þetta muni gerast. Og ég þarf að vera bara bókari, bóka ferðina. Ef að, þú veist, það er svona 1,5 ár síðan við byggum þetta til. Við hefum getið verið að koma með svona 900 úrstandina. Ég veit það. On jokes. Ógeðslega pirrandi. En ég með eitt annar ráð varandi stelpuferðir ef það er að fara eitthvað og við gerðum þetta daginn þegar við fórum til Chicago og að vera með þetta app sem heitir Splitwise. Oh my god, já. Og ég hefur reyndar heyrt að það líka hægt að gera þetta á aurappinu, ég reyndar ekki að prófa en þetta er bara app þar sem þú getur búið til bara svona þú veist bara skjal sem sendur bara ferð, það sendur bara Chicago, ég býð Jóhannu í það, hann er bara svona sameiginlegt skjal og ég set inn allt sem ég borga, hún setur inn allt sem hún borgar og síðan í lokferðanar þá bara reiknast út hver skulda hverjum hvað. Já, það er ógeðslega sneitt. En það er ógeðslega sneitt, sérstaklega við þetta stærri hópur og það er kannski bara svona, þessi er taka þennan Uber, þessi er taka þessa drykki, þessi borga þetta og þú veist þá er svo auðvelt að reikna þetta út í stæðan fyrir einhver eitt þurfi eitthvað frá að búa til eitthvað Excel-skjal. Já, þetta gerir þetta bara miklu auðveldra. Og líka bara í útlöndum, það er svo ótrúlega margir staðir sem að splitt ekki reikningum. Já, það bara er ekki búið. Það er einhver eitt þarf bara að borga. Já. Og það er líka svona bara auðveldra. Og líka þetta er fyrst alveg farið í einhverjar stóra upphæðir eins og fyrir kannski allan matur og allar drykkina skilur, er ekki hægt að splitta í, að þá bara setja þetta þar inn á og þá er þetta bara allt equal. Það er ógstætt, líka bara út að við veitum alveg, þú veist, svona einmitt girls safe, svona, þetta getur alveg verið, þú veist, að geta komið upp ágreiningar. Já. Það er bara svoleiðis, fólk er mismunandi, fólk ferðast mismunandi. Já. Sérstaklega kannski ef þetta er, þú veist, fyrsta hópferðin eða eitthvað. Þannig er alveg gott held ég að vera á sömu blaðsíðu varðandi hvernig ætlaði að gera kostnaði, þú veist, ætlaði bara að splitta þessu eða svona hafa þetta bara 100% nákvæmt. Já. Og sem svo, þú veist, við fyrir út að borða, ég fyrir með kokteil, þú ekki. Þú veist, eru við að fara að splitta þessu bara 50-50 eða er ég að fara að borga meira út í að fyrir kokteilin? Já. Og bara svona vera svona að við sem erum blaðsíðu, þannig sé ekki óvart þú eitthvað pyrruð út af því að þú borgaði meira að fattari. Ég held að við séum alveg, þú veist, okkar hópur er meira svona bara ef ég fæ mér ekki kokteil þá er svona splitta í kokteilara, skilur við bara splittum öllu. Já, ekki nema einhver hafi bara ekki drukkið neitt og hinn hafi fengið sér kannski 5 eða eitthvað. Já. En ég er sammála, þú veist, ég er oftast bara meira til í að splitta alveg, en síðan veit maður ekki, getur verið einhver einn í hópnum sem að kannski ég vil spara aðeins meira og er smá bara svona, en ég fæ mér bara salat og vatn og ég vil ekki borga, þú veist, 10 skall eða eitthvað svona. Þannig er bara gott að vera með þetta smá hreinu. Líka varðandi activities. Hvað þið vilja gera og það er að fólk vil til dæmis sofa mismikið út. Ég er að horfa á þig.
Þú veist, sumir vilja bara chilla allan daginn, sumir vilja shoppa, sumir vilja gera activities, þú veist, fara bara eitthvað í fastanduborgarð og þetta meðan sumir vilja kannski bara líka sundlega bakkanum. Þannig ég myndi segja að vera svolítið gott að tala þetta áður maður fer. Já, það er mjög gott og líka bara búa til svona semi-smá dagskrá þannig að allir fái eitthvað smá sem þeir vilja, skilur. Við tökum eitt shoppingdag, tökum 2 sundlega daga og þú veist, bara eitthvað svona og hafa líka eitthvað daga sem ekki neitt planað. Já, það er mjög sniðugt, sko. Við gerðum það, manstu þegar við fórum til London þegar við glimtum já, og ég var búin að búa til sko ógeðslega flott svona schedule inn á Canva og prenta það út og setja í plastmöppu fyrir alla. Þetta var sko ammælisferðin mín og þú veist búin að gera það ógeðslega flott. Það var svo ógeðslega skemmtilega Londonferðirnar okkar, það var náttúrulega bjó ég í London þannig að þá voru alltaf að gera stelpuferðir til London og þá var ég oftast svona planarinn, þú veist, og það ég náttúrulega bjóðana, þannig ég hef búin að plana bara, þá sendi ég oftast inn í grúppchati bara ógeðslega hvað langar ykkur að gera. Fólk sendi, þú veist, kannski einhver sendi, já, þú veist, mér langar ógeðslega mikið fyrir þessa búð, mér langar ógeðslega mikið að gera þetta, ég veist fyrir þetta, báturinn, já, það var ammælisferðin, þá fórum við á svona hot tub boat. Já, það var ógeðslega skemmtilegt. Heita potta bát. Já, ég mæli með þér að fara til London í sumar, þetta er svona bókstæla bara heita potti sem er bátur, þannig þú ert að sigla bátnum, þetta er í Canary Wharf, þú ert að sigla bátnum en þú ert onni í heita potti. Svo gaman. Ógeðslega gaman. Nema, málið var að við þurftum að stýra honum sjálf og hann sagði við myndum fá okkur að sekt ef við myndum að þeir voru svona húsbátar og var sérst fólk sem að bjó inn í bátunum. Máttum ekki klessa það. Og fyrsta sem þú gerir er hvað? Klessa bátinn. Hver leyfði mér að stýra honum? Það er ég var sjokkið, síðan tók Hildur við og þá var þetta miklu betra. Veit ekki hvað var í gangi, sko, ég bara á ekki vera skipstjóri, sko. En það var ógeðslega gaman. En einmitt þá ertu bara fastur af plani, ég var búin að segja, ok, ef við taka eitt svona þannig dag, við fyrir með það og síðan var ég búin að segja, þú veist, ok, ef við kannski að fara einn, þú veist, svona alveg jamdag og svo eitt sem er, þú veist, út að borða fínt og svo getum við tekið eitt kvöld sem er, þú veist, út að borða bara svona basic, casual og einn dag kannski elda heima eitthvað svoleiðis, þú veist, þannig að ég er bara búin að svolítið svona, ok, eru allir ánægð með það og síðan sendi ég, þú veist, kannski 3 mismunandi veitingastæði, bara ok, hverjum líst á hvern, þú veist, hvaða veitingastæði ég á að panta bóka hann og svo var ég bara búin að, þú veist, en mér finnst þetta ógeðslega næs, ég veit ekki, ég er líka bara gett mjög planar en mér finnst þetta ógeðslega næs að vera með bara skrifa niður hvað við ætlum að gera út af þá líka lendir maður ekki í því að vera eitthvað svona og við höfum bókað borð klukkan 6 og klukkan árum 5 og enginn er búin að græða sig og allir er fríkút þá vitum við bara að við erum farið út að borða hvað klukkan 7 eða eitthvað við þurfum þá að vera komna heim klukkan sko minimum 4 þú veist, ég var bara búin að skrifa allt niður bara við þurfum að vera mættar heim klukkan þetta svo við getum chillað í klukkutíma svo byrjaði að mála okkur til þess að vera tilbúnar klukkan þetta þú veist. En svo náttúrulega bara alltaf þegar við erum með svona, alltaf þegar við erum með svo mikið tíma þá erum við bara allt og lengi. Ég veit að það er alltaf það eru bara eitthvað svona, við höfum alveg nægan tíma og svo erum við bara á yfir snúningi þegar Uberin er að koma. Þetta er náttúrulega bara, ég held að þetta muni aldrei leysast, maður er alltaf þegar Uberin er bara mættur að setja sér body glow eða eitthvað að reyna að mæla saman kjólinn sinn eða eitthvað svona. Það var reyndar eitt tips sem ég ætlaði líka að koma með stelpuferðir er að vera með eitthvað svona emergency kits í töskunni og sérstaklega plástra hælsæðisplástra gerfiskinn það er alltaf einhver alltaf eitthvað sem er að fara kvart undan því að þeim sé illt í fótunum og nenni ekki að labba í hælum sínum. Þeir eru ekki að fara að ljúga mér og segja mér að þegar við ekki fara til útlanda á hælum og fengið ekkert sár með hælsæri, líka bara maður er að labba svo mikið í útlandum þannig að maður fæði alltaf eitthvað hælsæri og þá ertu bara savior of the day að vera með að vera með bara svona smá litla buddu onni í töskunniðinni bara með sko fatateipi, mælu og gerfiskinni þá myndu vera the queen. Ég myndi líka taka túrtapa og allt svoleiðis parataps naglaþjöl ef ykkur brýtur nögla eitthvað það er sniðt og svo mæli ég geðvitt mikið með að pakka sérstaklega við þarf að fara svona jamferð að taka með svona electrolyte, svona sölt, þú veist eins og svona happy hydrate eða liquid IV eitthvað þamba svoleiðis þegar komið heim. Oh my god, það er svo sniðt. Ég er alltaf að því ég kaupi í Ameríku og kom með og bara, ég bara setti
bara vatn, nokkra brúsa og svo bara gaf ég ykkur að þeir fórum að sofa. Eða bara eina stóra 2 litra flösku sem bara láta hann að ganga eftir djamma og bara dampana. Þetta hjálpar svo mikið og maður er svo mikið bara svona, út af enginn pælir í að gera þetta og síðan ykkur einn í hópnum bara eitthvað, ég er með electrolytes og bara, yes. Já, það er allir bara að þamba. Já, þú veist það er alltaf eitthvað svona, síðan alltaf þetta sólarvörn, sólarvörn, after sun, svona moskító fælið drasl. Já, það er sniðt. Ég hef sko aldrei farið til útlanda og tekið með mér aftursun. Ég hef alltaf þurft að fara í einhverju fríkáti að reyna að leita einhverju aftursunni og það er bara óslega erfitt í sum löndum. Og líka alltaf bara svona gett ódýrt, gett astnalegt aftursunni, eitthvað svona eitthvað randommerki sem þú aldrei heyrt um. Já, einmitt. En líka bara, þú veist, ef maður veikist eða eitthvað, eða þú veist, ef maður hausverka eitthvað, þú veist, já, þú er að lappin í eitthvað random apotek og vera bara eitthvað parataps og svo heitir það eitthvað allt annað, maður veit ekki alveg og það er svona gett óþægilegt eitthvað, þú veist. Þannig að taka allt svona með sér er must, I would say. Já, 100%. Sjóðu, eitt sniðt sem við gerðum eins og stelpunar í London þegar við fórum til Mykonos, þá voru sérst með, þú veist, vorum allar bara með einu ferðartösku, svo ákváðum við að kaupa, að ein okkar myndi kaupa auka tösku. Já. Og það vorum allar bara með handfarangur og svo ákváðum við að kaupa eina innrita tösku, þannig að einu var bara með innrita tösku með hann sínum, en við splittum kostnaðinum og settum allar, hittumst á flugvöldunum, settum allar, þú veist, öll sjampóin okkar, hárspray og eitthvað svona, í þá tösku. Ó, sniðugt. Já, þannig að það er alveg gott ráð, myndi ég segja, í stæðan fyrir að allar með innrita tösku, að kannski þarf ekki, það er með einu innrita og svo allar með litlar. Já, og ég er líka með eitt talandi að pakka, að þá sá ég á TikTok, ógeðslega sniðugt, að þetta heitir 3-3-3 rule. Já, einmitt. Þá ertu með sko þrjár yfirhafnir, 3 bóli og 3 buxur og 3 töskur. Okay. Þannig að þá ertu komin með ógeðslega mikið af outfitum, en samt bara packing light, skilurðu. Það er endalega mjög sniðt, ég þakka að ég prófa þetta. Ég er alltaf byllandi overweight. Já. Alveg mjög overweight. Ekki ég, taska mín. Ég er alltaf með bara eitthvað, sko, ángrín, sko, ég veit ekki hversu oft ég hef farið bara 32 kíló. Já. Og taskan átti að vera 23. Og ég er bara, oh my god. I'm sorry. Það er alveg svona dýrt djók. Mjög dýrt djók. Er það ekki alveg dýrt? Jú, það kostar ekki alveg 20.000 eða eitthvað. Jú, þetta er alltaf svona 70 eurur. Það er alltaf svona 6.000 skall. Oh my god. Og ég þarf að borga þetta alveg svona annarkvæmt skeitt fyrir flug. Og ég læri aldrei, mér finnst alltaf eins og ég sé að pakka get light og ég bara eitthvað, þetta er ekki neitt. En þú veist, veit ekki hvað er að mér, sko. Þetta er bara út, ég elska það með options. Já. Og ég ætla að pakka, þetta er líka make-up mitt. Já. Og síðan, þú veist, fyrir hárið mitt, ég ætla með bara sjampo, hárnir, hárspray og hitavörðspray og þú veist, krulljárn og kannski sléttjárn líka. Já. Og svo er ég með, þú veist, fullt átfitum, marga mismunandi töskur sem fara með hverju átfiti, marga mismunandi skó sem fara með hverju átfiti. Já. It's not okay. En þú veist, 3 skór ætti alveg að vera nóg. Bara... Já, en maður ætti kannski að fara í viku. Þú veist, bara 2 hælar og 1 eðlilegir skór. Er það samt? Já, það er alltaf leið. En ég með líf bara eins og ég lendi líka sem alltaf í því, þótt að ég pakki ógeðslega miklu. En alltaf í því ég vera bara, ég vildi vera með þessa skó. Og það passa miklu betur við outfitu. Já. Kannski er ég bara svona ógeðslega high maintenance, ég veit ekki. Já, kannski. Það ekki rétt. En ertu með eitthvað svona bucket list eða eitthvað svona hluti sem þið langar að gera í sumar? Ég veit mig langar til Sólanda. 110%. Ég komi með bara svona bara crave. Því líka kreifið. Ég bara sól og strönd og mojito. Ég var alveg mjög til ég góðan mojito right now. Já. Manstu þegar við vorum úlingar þá gerði alltaf svona bucket list fyrir sumarið. Oh my god, já. Við eigum ennþá screenshot að þeim, sko. Þetta er mjög góð hugmynd fyrir alla sem eru yngri, eða bara alla, en líka sérstaklega þá sem eru yngri sem eru að hlusta. Já. Að gera með vinkonum ykkar eitthvað svona bucket list fyrir sumarið. Já. Þú veist, að má alveg hver gera sinn bucket lista og svo bara svona bera saman og í lok sumars tikka af það sem gerðist. Já. Það er líka ógeðslega skemmtilegt það sem að við gerðum. Já. Hvenær gerðum við? Við gerðum þetta í janúar, sko, bara byrjun árs eða ekki. Jú, við gerðum þetta bara, þetta var sko bara 3. janúar eða eitthvað. Já. Við semst fórum á Ísrúnd og hittumst og fórum svo inn í bíl og skrifum í notes predictions fyrir allt sem við vorum hvað svona heldum að muni gerast yfir árið fyrir
alla sem við þekkjum. Já, ángrís alla sem þekkjum. Og líka hver aðra. Og við Já. settum þetta í sameiginlegt notes. Já. Þú veist, þannig við skrifum báðar okkur hvað við höldum að muni gerast í mínu lífi, þínu lífi og síðan gerðum við bara lista af öllum vinkonum okkar, öllum vinum okkar, öllum fjölskyldur okkar. Öllu sem þekkjum. Öllu sem við ekki. Og við vorum alveg, 3 tíma að þessu eitthvað. Já, það má enginn vita hvað stendur hana. Það má, Þetta er mjög mikið já, leyndamál. það má enginn vita aldrei. Nei, hvað þetta er stendur mjög þarna. mikið leyndamál. En En við verðum þá eiginlega að plana, sko, í lok bara hvað 30. desember eða eitthvað, að Ég er setjast búin að- niður, eða? ég hef búin að setja inn í Já, kalendarinn mitt, það ekki. Já, Hvernig settum við það? bara 30. eða eitthvað. Já. Desember. Við verðum að hittast, fáið kokteil eða vinglas eða eitthvað og fara bara yfir þetta Oh og my gera God. nýjan lista. Það er svo skemmtilegt. Þetta er svo gaman. Já. Af því hvert ári einhvern veginn bara svona sjúklega uník fyrir hvern og einn. Já, það er líka svo ógeðslega gaman að fara tilbaka og skoða hvað þú veist, gerðist Já. og hvað rættist og hvað ekki. Já, já. Það er sem spákonur. Oh my God, en skemmtilegt. Já, ég er mjög spennt. Og shit, það er bara, árið er bara að vera hálnað í Ekki næsta segja þetta, mánu. ég mun æla, sko. Ég bara, Hálnað. akkur líður þetta svona hratt? Þetta er Ég hata crazy. þetta. Það er I bara, hate this. það er júni í næsta mánu og það er bara 50% búið. Það er sko hálft á sig en ég flyttið til Íslands. Oh my god, það Segir er sig. alveg langt. Ég veit það er langt. Það er ekki hálft ár. Jú, ég flytti í byrjun, ég flytti, þú veist, 1. nóvember eða eitthvað. Já, þú ætlaði hann alltaf að koma í oktober. Já. Það var ekki mér að kenna. Það var ekki mér að kenna. Nei, rétt. En já, mér langar að fara eitthvað til New York í sumar. Já. Langaði ekki að fara ein. Jú, það er planið mitt. Ekki það, þú veist, ég væri alveg til að fara Þú með ert svo ykkur líka. fierce. Ég myndi aldrei You're so þóra því. fierce. Ég myndi ekki láta sjá mig eina að fara til útlanda. Ég held aðlástaðan fyrir mig langar að fara ein er út að mig langar bara svona smá að sjá hvernig það myndi vera ef ég myndi flytja. Já, Fattar já. við? Þú veist, mér langar ekki að fara í túristaferð. Nei. Mér langar ekki að fara bara eitthvað svona, ekki, þú veist, það væri líka ekki að gaman. En Já. ég er ekki að fara til þess að bara eitthvað svona, fara Times Square og fara shopping og eitthvað. Mér langar að fara og vera, þú veist, bara svona, hvernig myndi lífið mitt vera hérna, Já, ef ég myndi já. flytja inn. Oh my god, það er crazy. Við sjáum Það er svo fierce. Sjáum til. You Það er smá crazy. scary. Síðan langar mig bara að, ég veit það ekki, skemmta mér. Og líka, mjög gott að, ógeðslega gaman, að alltaf þegar sumar er að byrja, að búa til sumar playlista. Já, það er mjög góð mynd. Vá, ég er alltaf eitthvað svona, já, gerðu playlista. Gerðu Mm. þetta, En gerðu ég á ógeðslega marga playlista, bara, Ég er ógeðslega léleg að gera playlista. Ég Já. er það með einn. ég er þetta mjög duglega að Já, gera ég playlista. veist það. Já. Eitt sem ég langar að gera í sumar líka er að fara í sumbústaðferð, gæluferð. Já, Í sumbústaðin. Það væri Já. mjög skemmtlegt. við erum að gera, það er mér sem verið að gera hann upp á eitthvað. Það, Já. heldur að vera tilbúin fyrir sumari? Já, þau eru að gera það núna til að vera tilbúin. Oh my god. Spennu. Mér langar að vera duglegri að fara í, að ferðast svona smá innanlands Já. með fjölunni. Það er mjög kjótt. Og bara, Það er að vera ykkur útilegur eða eitthvað svo leiðis. já, mér langar alveg að fara í svona bara old school útilegu með þau, af því ég held að Æ. þau muni aldrei gleyma í. Nei, ég held að minni elska það, sko. Það er bara einhver í fjölskyldunum sem er smá pjattaður. Name no names. Name no names. Nei, við munum alveg gera það, sko. Ég skil samt að ég er alveg smá pjötti, sko, í svona útilegum. Ég Já, mér finnst er alveg, ekki mikil útileguna. nei, mér finnst ógeðslegt að þurfa, þú veist, að fara svona, út í kuldan til að fara að pissa og eitthvað Já. svona. Það er, mér finnst það ógeð. En, Ég sammála. en þú veist, krökkunum finnst það glóðslega spennandi bara Já. ekki, bara Það er satt. eitthvað, labba út á nóttinni til að vera að pissa, skilur. Já, það mun Hvernig alveg fær maður að skrítið. gera það? Aldrei. Nákvæmlega. Hafið það ógeðslega gaman í sumar. Farið í We're so excited. ferðir, Já. planiði og fariði og Do it. Þótt að sé líka ferð innanland, það má líka. já, Það er náttúrulega fólk dýrt að fara í utalagsferðir, þannig að þú veist. já, það er alveg hægt að skemmta sér alveg jafn vel. útilega. Við líka vorum Já. alveg duglegar þegar við vorum yngri að fara, þú veist, bara í svona dagsferðir. Mjög, Fara bara eitthvað, já, eins og einn daginn fórum við og keyrðum og var endur að leiða upp á flúður, var það ekki, fórum bara eitthvað í Gullfoss og Geysi Jú. á einhver random degi já, það var ógeðslega gaman. Vinahópurinn. Já, og vorum alltaf bara eitthvað að keyra eitthvað og fara í eitthvað náttúrulegar og svona. já, og það gera ógeðslega mikið bara Já. fyrir daginn og líka bara móta sumarið. Já, Það gera 100%. eitthvað svona öðruvísi. Já, Þó að það sé ekki að fara til útlanda. Já, algjörlega, sko. Bara hittast eitthvað staðar 100%. annars staðar en þeir eru vanar að gera á
100%. Já, en við viljum bara minna á að við erum á TikTok og Instagram, mjög duglegar þar. Það er linkur í Instagram bio til að senda en drama of the week, minnum á það. Já. Alltaf 100% nafnlaust. Og já, takk fyrir að hlusta, sjáumst hress og kátt í næstu viku. We love you guys. Love you. Bless. Og keks.